Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi milli jól og nýjárs. Við erum svona akkurat á milli jól og nýjárs á miðvikudegi og við byrjuðum í gær að svona fara yfir árið. Þá kom hérna heill hera fólki og við ræddum ýmsa hluti. Við vorum mest svona að tala þá sögu sem við lifum í og þörfina á því endurnýja það, hvað samfélagið kannski þjáist af því að hafi ekki tekið endurnýja söguna, lifir í svona gömlum, úreltum, útjöskuðum sögum sem að engu þjónar, nema kannski þeim sem ríku og völdugu sem að viðhalda þeim. Það var svona þráðurinn í gær. En núna ætlum við að ræða við nýtt fólk, allt annað fólk, eru komin hingað aftur, herafólki. Drífa Snædal sem forseti Alþýðusambandsins, Halldór Ármann Ásgeirsson sem rithöfundur, Helga Vara Helgadóttir, þingkona Samfylkingarinnar, Héðinn Unnsteinsson, hann formaður Geðhjálpar og margt annað, rithöfundur og fleira. Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir, Gullu Salka, hún leikstjóri og uppistandari. Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans, Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalagsins og við eigum von á Natasju Stoljarovu sem þýðandi og útgefandi. Hún læði sér hérna inn á eftir. Þegar við vorum að bíða eftir henni þá var ég svona hótaði að starta umræðinu með því að tala svona heimsendi. Það var alltaf lífgandi umræðuefni svona á hátíðastundum og ég svona langar svolítið að halda mig við það því að við erum núna að bíða eftir að gjósi, við erum að bíða eftir að koma í ljós, hvað verður margar innlagnir út af Omikron faraldrinum og það svona margt eins og við sem að bíða eftir því eitthvað svona verra gerist. Það var náttúrulega umhverfisráðstefna núna í haust, þar sem við erum eiginlega að bíða eftir því að lífið á jörðinni þurrkist út. Jólamynd Netflix fjallar að sumarlítið það, hvernig samfélagið óhæft við að bregðast við vondum tíðindum, óhæft til þess að horfast í augu við raunveruleikann og óhæft til þess að taka höndum saman nokkuð skapað hlut. Þannig að mér langar aðeins, ef ég má byrja á þér Þórður, sem að þetta ekki svolítið svona einhver leyti einkenni þessa tíma, það svona viðvarandi svona gríðaleg ógn og svona hvernig við getum svona komist í gegnum þetta en kannski ekkert svo mikið verið að ræða eitthvað svona að við ætlum að fara þangað, það sem eitthvað stórkostlegt samfélag, það sem eitthvað stórkostlegt býður okkur. Erum við svolítið svona grá, þung menning, kannski eftir COVID eða kannski bara eftir nýfrjálsíkjuna? Ég horfði mitt á þessa jólamynd Netflix í gær og það var kannski svona einkennandi við hann að það erfitt að gera paródíu eitthvað sem svona nálægt manni. Það að segja, það var svo margt sem að kannast við í viðbröðunum bara úr því hvernig fólk og samfélög bregðast við hlutum í samtíman. Þannig að því leitun einhvern veginn svona kannski mist hún marks núna. Ég alveg sammála, mér finnst vanta skýra stefnu, við vitum að mörgu leyti hvað að. Við vitum hvað að varðandi loftslagsmálin. Við vitum hvað að í ýmsum þáttum í samfélaginu okkar, en okkur virðist einhvern veginn skorta getu til þess að feta okkur í átt að raunverulegum lausnum. Núna eru rosalega margir komnir í þessa grænu skikkju, komið þessa grænu slíkju og það voru allt í einu hörðustu kapitalistar orðnir miklir umhverfisverndarsinnar vegna þess að það hægt að græða peninga á svo öll saman. Sveipa á sig orðum eins og orkuskiptum og sjálfbærnistefnum og grænum skuldabröfum og öðru slíku en samt einhvern veginn þokustu við ekkert nær því markmiði sem við þurfum að ná sem það að draga verulega úr neyslu og laga okkar lifnaðarhætti að þeim veruleika sem blasir við, annarkoð trúið við ekki að heimurinn sé að fara að fjandast til vegna okkar. Ef við trúum því, þá þurfum við að gera miklu meira og við þurfum að gera það hraðar. Og sama má líka segja ýmsa aðra þætti, svo þá misskiptingu sem við sáum með okkar samfélagi og ýmislegt annað. Héðinn, þetta ekki svona, hvað þegar samfélagi í þessari stöðu, að þá kannski vandinn djúpstæðari, hann sé svona næstu því eins og svona andlegur, ef allir, eins og ef rétt sem að Þórður segir, það vita allir hvað vandinn en við erum samt ekki að gera neitt.
Jú, ég held að sé alveg rétt hjá Þórði sem hann bendir á, sko, en mér finnst kannski líka þessi lýsir tíðarandarum í dag er þessi aðskilnaðarára. Við erum alltaf að aðskilja okkur frá sammennskunni, við erum kannski með sérúrræði fyrir örvhenta rauðhærða og samkynhneigða fíkla, ekki við allt að við skiljum okkur frá þessari sammennsku sem við eigum og alltaf endurspeglast í þessu forskeyti sem stendur fyrir fram á síman ykkar sem segir iPhone en ekki WePhone. Þannig að heimur okkar er svona sérsniðinn handa okkur í þessum snjallsímum og allt sem forskeytinu samur svona, já ég veit ekki, mér finnst bara að einkenna og hafa einkennt á þessi ábærslega aðskilnaðarára. Það verður stöðugt að skilja okkur frá hvort það eru byggt á einhverjum einstaklings- og forsendum og meira en nú nokkur sinni fyrr og það er ekki það sem það vísi með andlega en svo hver kemur að kerfinu þá finnst mér aldrei skorta neitt upp á viðleitnina. Það eru bara svo margir meginstraumar sem að breytast núna. Heimur sem verður og heimur sem var takast á núna í samtímanum sem aldrei fyrr og það er well-being economy, það eru tækniþróunar í viðskiptamódel, það er fólksfjölgun og þéttbýlismyndun alltaf breytast orkumálin, hnattvæðingin að snúast jafnvel við, það eru réttlátt umskipti á vinnumarkaði, það eru loftslagsmálin, það er fjórða iðnbyltingin, en í miðjunni á þessu öllu er þetta hugtak og orð sem að Þórður kom inn á sem er sjálfbærni og það vantar ekkert upp á viðleitni kerfan okkar til að takast á við þetta. Það er bara þau eru föst í okkur strúktúr og kúltúr vanda sem við bara því miður höfum ekki almennilega lausnir á. Ok, þannig er þá vandamáli það að það er ekkert vandamáli sem mikið af vandamálum, ég býst að það hafi alltaf verið þannig, sko, en er ekki vandamáli það að við erum kannski ekkert sérlega svona góð í því að taka á þeim, kannski eru bara svona tæki sem við áður höfðum, ef ég má svona tala nýfrálsíkjuna, þá var sömuleyti það var varpað ekki ábyrgðinni, heldur þú veist hver ætti að koma með lausnir, það var svona varpað út á markaðinn svona frá ríkisvaldinu og svona sameiginlegu vettvangi okkar og svo þegar við stöndum frammi fyrir öllum þessum vandamálum, geta það verið þá að síðan komið ljós að það kerfi sem við höfum haft hingað til þess að taka á við vandamálum, ræður kannski ekki við þessi vandamál sem þið eru að lýsa. Má ég spyrja þig um þetta, Drífa? Það var þetta á mute. Já. Komið. Já, ok. Takk hérlega fyrir það og gleðilega rest. Já, sko, það sem ég er svolítið ágjör af núna er sko, það er svona laissez-faire stefna bara í pólitíkinni. Það er rosalega lítið pólitík og það er rosalega mikil pragmatík og við sáum það svona eftir kosningar að það var bara mynduð þessi nýja gamla ríkisstjórn sem er bara frá hægri til vinstri og sem þýðir það að það verði engin svona hugmyndafræðilegar framfarir. Það er þannig að það er eitthvað svona óbúslega og ég tek undir mig hérna er óbúslega svona undiralda af einstaklingshyggju. Það er farið að höggva í svona hluti eins og samtryggingu, hvort sem það er innan verkalýðshreyfingarinnar eða í lífeyrissjóðunum eða eitthvað svona batteri sem við höfum byggt upp sem eiga að vernda okkur öll. Þú leggur inn í það sem þú getur og þú tekur út úr því eftir þörfum. Við sáum árinu einhvern veginn að svona með því að gera ekkert og hafa enga pólitík og engar hugsjónir allavega sýnilegar í umræðinni að þá svona færumst við í átt að einstaklingshyggju, færumst í átt að svona meiri kapitalisma. Fólk var svona svolítið grúmað inn á hlutabréfamarkaðinn með söluna á Íslandsbanka, þar sem allir átt að græða og allir fara að upplifa sig sem æðislega snillinga á hlutabréfamarkaði og halda því áfram. Það var gerð rosalega aðför að svona samtakamætti launafólks með stofnun gulra stéttarfélaga og viðurkenningu á þeim einhverju leyti. Þannig að það eru svona mörg svona hættumerki sem koma upp úr því tómarúmi sem að pólitíkin hefur skilið eftir sig með óskýrum línum í pólitík. Að það er engin að ræða. Þá er það svona eiginlega af stjórnmálavæðingu stjórnmálana. Já, algjörlega. Byrjar á því. Já. Og það er eitthvað sem maður hefur ágjör á svona þegar fram í sækir. Já, einmitt þessi svona, já, ég er svo innilega sammála því sem Héðinn sagði, sko, að þessi óbúslega einstaklingsvæðing og það er svona að vera að ýta undir hana á mjög mörgum sviðum. Og fólk að fara að spurja sig, þú veist, af hverju á ég að vera að greiða í einhver sameiginlega sjóði, ég fæ ekkert út úr því, ég fæ svo sjálft að ég nýtti aldrei sumarbústað, ég á eigin sumarbústað, af hverju ætti ég að vera að greiða í einhvern orlofssjóð stéttarfélaga
og ég ætla mér aldrei að verða veik eða örkumla og okkur ætti ég þá að vera að greiða í einhverja sjúkrasjóði eða einu sinni skattkerfið sko. Þannig að það er mjög svona sterk undirhald af einstaklingshyggju sem er náttúrulega andstætt þeim grunni sem bara verkalýðshreyfingin og velferðarsamfélagið allt er byggt upp á. Og svo sjáum við líka sko að það er að hefjast eitthvað svona stórsókn í sko innviðina. Það eru Kjarni var nú með ágætis úttekt á sem summu fjárfestingafélag sem er nú að leita logandi ljósi að peningum til þess að fara inn í innviðina og það er ekkert undanskilið, ekki bókasöfn eða spítalar eða nokkuð skapaði hlutur. Og það er í rauninni það sem gerist í einhver svona pólitísku vakkúmi að þá einhvern veginn verður bara óvart einhver einkavæðing hér og óvart einkavæðing þar og fyrir við vitum af að þá er búið að svona hafa af okkur það sem hefur verið mikilvægast af öllu í okkar samfélagi. Það eru þessar sameignir okkar, sérstaklega í velferðarkerfinu. Það eru rosalega fáir sem tala mjög skýrt gegn bara arðgreiðslum í menntun eða heilbrigðiskerfi eða einhverju slíku, þessum grunnkerfum okkar. Þannig að já, það er mjög undarlegt pólitískt landslag eða merkilega ópólitískt landslag og það er hættuleg staða að mínu mati. Má ég að spyrja þig, er rétt, að því mér fannst þú vera að segja, þú ert alveg rauðhærð og örvend og allt svoleiðis, að svona mannúðarbaráttan sem að byggist upp á því að hver er að berjast fyrir sko sínum hópi, konur, samkynniðir, fatlaðir og býst við og ég vil líka við það, að þá detti kannski á milli eitthvað sem eru svona sameiginlegir hagsmunir mannúðar og mennsku sem að þessi aðferð sem er oft kennd við identity stjórnmál nýfrjálsíkjárana að sú barátta þó að enginn sé að hallmæla því að hún sé háð að hún get ekki ein borið upp einhverja svona lausn ef við getum sagt. Er ég að miskilja þig? Ég er bara að benda á það að samkvæmt líffræðingum okkar á læknum þá eigum við 99,87% held ég að DNA-inu sameiginlegt. Ég er bara að benda á þetta, við eigum miklu fleira sameiginlegt en það sem skilur okkur frá hvort öðru. Ég er ekkert að gera lítið úr baráttu þeirra sem skilur þessar hópa sem nefndi, ég er bara að segja það, mér finnst bara yfir heildina, makró, að þá séu við svo upptekin af einstaklingsréttinum á kostnað samfélagslegra ábyrgðar. Og mér finnst þessi þróun hafa verið í gangi alveg svona dögum seinni heimsstyrjaldar sko, og hún er bara aukið svo gríðarlega undanfarið og við mættum bara gera betur því að sjá þetta kollektífa við sem við erum að lista það eins vítt og hægt er. Ég bara bendi, ég tók þetta bara sem dæmi með örvenda rauðar, bara til þess að ég hjóðast í daginn að hafa verið að leita eftir sérúrræðum fyrir samkynhneigða fíkla. Ég get ekki að lítið úr þeirra vandaskil, ég er bara að segja að við erum lítið þjóð og við getum ekki haldið þessari aðskilnaða orðræðu endalaust gangandi vegna þess að í grunninn þá eigum við eins og ég segi miklu meira sameiginlegt en þetta skilur okkur frá hvert öðru. En Héðinn er er þessi barátta sem er hún ekki einmitt tilraun til þess að endurnýja við hugtakið? Vegna þess að við hugtakið var bara einfaldlega og þröngt og það þarf að margir hópar þurfa að svona tróða sér inn í það að fá að vera þessi við. Jú, ég er bara að tala um það út frá hverju skilgreinaði líka, að við getum ekki eililega verið að skilgreina okkur út frá frávikum okkar. Ég hitti unga konu daginn og hún sagði ég er með ótrúmikið af einhverju, ég er með ADHD, ég segi fyrir hvað heitir. Nöfnurum er þess að fara að koma eftir frá, við erum endalaust að viðhalda þessari aðskilnaðar orðræðu með að skilgreina okkur út frá einhverju sem við hefum kannski, ég er bara að velta þessu upp, hvort við höfum fjarlægst bara þessa sammennsku sem við eigum öll sameiginlega og hvað við eigum miklu meira sameiginlegt heldur en skilur okkur frá hvort öðru. Þetta er bara svona grunnurinn af þessari umræðu. Salka, hvað segir þú um þetta sem fulltrúi ungra kvenna hérna við borðið? Það er slökkt á All right. Sko, mér finnst áhugavert. Mér er sko í grunninn svo sem alveg sammála því sem Héðinn er að segja sko, en það sem að ég hef alltaf litið á að væri svona tilgangur allar þessara bylgja í að við séum að skilgreina okkur og tala út frá einhverju svona sértækri reynslu, bara, já, að því að vera, kona og síðan, verður það alltaf svona sérhæðara, að þá sé svona endatafli sé með það sem við varst að tala um að þessir hópar fá allir að vera með og fá allir að vera í þessu stóra við sem við varst að tala um
En ég sko í grunninn alveg sammála þessu, af því að ég held að þú veist, við séum alveg orðin rosalega upptekin af sjálfum okkur á svona þessum síðustu tímum og það er einhver þróun sem klárlega í gangi, en þú veist, ég veit svo sem ekkert hvort að, en á sama tíma líka ungt fólk, þú veist, það sem að þetta hefur líka för með sér að fólk líka að samsama sig hvort öðru rosalega mikið, út af því að með alls konar svona miðlum sem í gangi, svo þú veist, ég sko TikTok og það allt í einu ég að læra ógeðslega mikið einhverja sameiginlega reynslu sem ég á með einhverju fólki út í heimi. Ég held að það sé algjörlega hinu góða að við tölum þessa reynslu og mér varst mjög áhugaður þessu þáttur að fíkla, kynsegin fíklar, svoleiðis, transfíklar í útsvætti á RÚV daginn og þú veist, mér finnst mjög mikilvægt að við fáum að heyra þessu sögur en enda svona endgame í þessu ætti klárlega að vera að við áttum okkur á því hversu svipuð við erum í raun. Að því leyti ég var mjög sammála hérna, sko, ekki eins ósammála og hefði kannski haldið, sko. En það endilega gefið að allir vilji vera hlutið þessu við? Það ekki bara sólít að bara vilji ekki vera... hafið þetta bara þessu, ég bara vil ekki vera í þessu við dæmi ykkar með hérna, ég vil bara vera í mínum hópi. Ég held, skilur, að einhver leyti þá þú veist, ungt fólk mjög mikið að, og nú ég að tala út frá því bara eitthvað, þú veist, það sem að gerast þá í svona ungri menningu sem ég varla hluti af verðandi 29 ára, að það sem að fólk að samsama sig rosalega mikið með hvort öðru, en það samt að upplifa að þetta við, þessi kerfi sem til dæmis Drífa var að tala áðan, lífeyrissjóður, verkalýðshreyfingin og allt þetta, að þessi kerfi hafi ekki verið að virka fyrir sig og sé ekki byggð upp fyrir sig og einhver leyti það alveg rétt hjá þeim út af því að ungt fólk að upplifa þú veist að hafa farið í loftslagsverkfall og farið þessar leiðir sem þið sagt að ætti að fara og þú veist að hafa prófað einhvern veginn þessi kerfi og þau bara hafi ekki gengið upp fyrir þau og það mörgu leyti alveg skiljanlegt og það einhvern veginn miklu meira þannig núna en það var einhver leyti hefur alltaf verið þannig að ungt fólk á móti og það einhvern veginn að ungt fólk, þú veist, sé í svona lítið á sig sem einhvern minnihlutahóp og náttúrulega minnihlutahópar einhver leyti, en ég held að þetta sé svona hluti af þeirri þróun, þú veist, að vil ekki, eins og Drífa var að tala einhvern veginn, akkur ætti ég að, þú veist, taka þátt í þessu kerfi, akkur ætti ég að borga í stéttarfélag, þú veist, ég nota aldrei sumbústaði, það sé einhver leit og því finnist þessi kerfi hafa verið búin til fyrir einhvern annan sig og þau eru svo meðvitið að þessi kerfi almennt í þessum kapítalíska heimi eru að vinna gegn þeim svona almennt, held ég, það svona mín kenning. Ok, Þuríður Harpa, öryrkjar nú mikið að berjast fyrir því að fá að vera hluti af við, að fá að njóta svona sambærilegra réttinda og lífskjara og við, hvað svo sem það en þeir eru jafnframt með sko svona, hvað myndi heita, svona hagsmunabaráttu fyrir tiltekinn hóp. Eigið þið að hugsa meira við eða eigum við að hugsa meira að þið séu hluti af við? Sko ég held að þetta sé þannig að þegar að fólk fatlast eða veikist á lífsleiðinni þá eru búið að upplifa náttúrulega að vera hluti af þessum mengi við kannski mjög lengi og búið að taka þátt af vinnumarkaði, búið þetta af því að ég kom þennan aldur að fólk var búið að leggja inn í lífeyrissjóði og verkalýðsfélög og allt þetta stéttarfélögin borga í sína skatta og skyldur og síðan lendir það í einhverjum áföllum þá uppgötar það bara hvað kerfin eru sko brothætt og að það ekkert að fá það sem að heldur að sé að fá út úr kerfunum. Það lendir í því að ef þú þarft að treysta á almannatryggingakerfið og átt lítinn lífeyrissjóð til dæmis eins og bara til dæmis konur 50 plus sem mjög algengt að koma inn á örorku eða stór hluti sem kemur inn á örorku og þá upplifir náttúrulega bara fólk sig að það bara skilið eftir og jaðarsett vegna þess að getur ekki erfitt með að ná endum saman og lendir jafnvel í því að þurfa að vera að fara til ættingja og vina og biðja aðstoð, fjárhagsaðstoð eða hreinlega að fara í svona matarraðir. Þannig að ég held að fólk sé bara þegar uppgötar þetta þá
þá missar það pínlítið trú á því sem að það er búið að vera að vinna að og trúa á og að heilbrigðiskerfið sé svo gott og allt sé svo gott og samt sér það bara að það bæri ekki þá aðstæð sem það heldur að fái þegar það lendir í einhverju. Þetta held að allir að það lendir aldrei í neinu en svo gerist það náttúrulega bara eins og lífið bara býður upp á það bara. Þannig að Þuríður, ertu ekki að halda þig fram að þegar að fólk veikist eða fallast að þá uppgötar það oft að fyrirbrigði við nú dálítið lygi sko. Þetta við bara ekki til sko. Allavega það er ekkert að ganga á til þess að mér er bara ítt út úr við. Já, það sem að fólk náttúrulega uppgötar fyrst og fremst það er lendir í miklum veikindum og þá einmitt það getur verið rosalega mikið við. Það er svo mikið samfélagið, nærsamfélag tekur oft rosalega vel utan fólk og reynir að aðstoða og það sýnir samúð og samkennd og síðan þegar að fólk þarf að kannski líður frá og fólk fjarlægist og þá taka kerfin við og þá þetta einmitt þetta sem gerist að þá verður þetta ekki lengur endilega við, heldur er þessi aðskilnaður sem að á sér stað sem að bara falla fólk eða langveikt fólk lendir í og það er alltaf erfitt að upplifa og margir sem að komast ekkert aftur, eiga erfitt með að bara að samþykkja það að sé ekki lengur inni í búblunni og sé ekki lengur inni í þessu við og það er þessi jaðarsetning sem að verður og það er svo erfitt að komast inn og ef að fólk er langveikt eða veikt bara eða að fatlað hefur mist starfsgetu og svona þá hefur það bara ekki þrekið í að berjast fyrir sjálfan sig. Og það er svona, þetta ég er alveg sammála því sem að vera að tala varðandi bæði einstaklingshyggju og aðskilnaðar, svona, hvað sagðirðu hérna, aðskilnaðar hyggju eða orðræðu. Þetta og svo bara erum við í dag í svo miklu breytingarskeiði, alveg svo hefur komið þetta fram, það er rosalega margt að breytast. Og fólk var bara erfitt með að fylgja öllum breytingunum og vera með, fylgja breytingunum. Það er ekki endilega bara öryrkjar, heldur bara allir, held ég eigi bara alltaf erfitt með að fylgja því sem þessari breytingu sem að vera í dag. Þó okkur finnst við stundum vera að upplifa sama daginn aftur eða núna, við vorum að ræða á þann að við erum kannski bara að fara inn í sama árið aftur, við erum með hugsanlega eldgos, nýja veiru jafnvel og svo erum við með sömu ríkisstjórnina þannig að menn svona, en já, það er þetta, það vantar þessa mennsku að hún, eins og segir, þegar fólk upplifir það sem veikist að slasast að eitthvað hörmung kemur og þá kemur samfélagið oft og tekur utanum og það er svo... Svona nærsamfélagið, þið óformlega samfélag, frekar eftir því formulega. Já, og það er oft annað aðstandendur og fjölskyldur og svona, en síðan einhvern veginn er bara fjölskyldan eða aðstandendur skildir eftir með ástvinsinn bara í fanginu og kerfin, það er bara einhvern veginn næri ekkert að stíga inn í það eða aðstóða eins og þarf og þá erum við komin inn í það að fólk er einhvern veginn eitt að brasa, bæði að vinna og svo að reyna aðstóða og þetta verður bara fólki megn og þarna erum við að sjá þetta bara fólk örmagnast og bara lendir jafnvel inn í því að verða öryrkjar, geta verða óvenju fært. Já, en þið segið að okkur er svolítið illt í viðinu og viðið er veikt og viðið er jafnvel lí og blekking og svona, en það vill svo til að Helga Vala er í jafnaðarmannaflokki Íslands, samfylkingunni, sem er eiginlega viðstefnan, jafnaðarstefnan er svona viðstefna. Eitthvað hafa jafnaðarmenn sveikta braut ef þetta er ástandið á samfélaginu að viðið er orðið svona bara óljóst og hálf týnt. Helga Vala. Hún er frosin. Þannig að við verðum að finna út úr því. Þannig að þá er Halldór Ármann, þú bara færði þessa spurningu.
hvað ef að viðið svona veikt, að þá það náttúrulega þeir sem að berjast fyrir viðinu, sem verkalýðshreyfingin og jafnaðarmannaflokkarnir og annað slíkt sem hafa sofnað á verðinum, það getur ekki bara verið að jegið sé svona stórt, þeir baráttumenn viðsins hljóta að vera veikir. Já, sko ég get sagt að ég miklu bjartsýnni núna en ég hótt verið og að því að við erum einhvern veginn að tala heimsendið þá ég eiginlega ekki einhvern veginn þar í haustum einmitt núna og ég hef svona síðustu vikur verið að hugsa svolítið og þetta út af bók bara sem ég að lesa en ég hef svona mikið oft verið að velta fyrir mig bara svona í stóru samhengi síðustu vikur og þessi spurningar sem ég hef bara verið að hugsa finnst mér svo því að ég var lítill en það bara einhvern veginn, ef ég hugsa þetta á mjög breiðum skala þá líður mér bara eins og bara frá barnæsku minni hefur mér liðið bara eins og það sé bara eitthvað stórkostlega mikið af mannlegu samfélagi og ég hef bara aldrei skilið af hverju mannlegt samfélag eins og það og ég hélt þegar ég var lítill að ég myndi skilja þetta betur þegar ég myndi fullorðnast en mér finnst þessi tilfinning bara ágerast sko að ég skil ekkert í mannlegu samfélagi og af hverju það lítur þeim lögmálum sem það gerir sko. Af hverju maður spyr sig, ég hef nú séð til dæmis kannanir frá ASÍ sína að það á eiginlega enginn á Íslandi neitt. Ég held að það sé rétt mér að meirihluti fólks á Íslandi bara á ekkert og skuldar miklu meira en það á. Af hverju það svoleiðis? Af hverju mannlegt samfélag þannig að eiginlega allir þurfa að strita alla ævi við að gera eitthvað sem þeir vilja ekkert gera og þjóna einhverju fólki sem það vill ekkert þjóna og vera bara stanslaust að bjástra við eitthvað sem það vill ekkert vera að bjástra við og sko af hverju það líka þannig að allt sem manni finnst einhvern veginn fallegt við mannlegt samfélag, viðið sem við erum að tala hérna, af hverju það í einhverju linnulausri varnarbaráttu, bara alltaf og mér alltaf þótt þetta mjög sorglegt að líða svona og vera einhvern veginn oft bara rosalega oft með tilfinningu að ég vilji bara ekki vera menn í mannlegu samfélagi, það bara ömurleg tilfinning en það einhvern veginn að því að manni líður alltaf eins og þá fyrir við yfir í einhvern veginn að það snúist allt ég og allt einhvern aðskilnað og maður tengir það alltaf bara beint við að allir hvatar í mannlegu samfélagi einhverju svona ég-hvatar, þetta allt eitthvað, einhver smákongakeppni það sem allt snýst það að skara eldað eigin köku og olboa sig einhvern veginn í fjandanum áfram. Þeir sem eru ótrúlega gráðir í peninga, þeir eignast yfirleitt endanum óbúslega mikið af peningum. Þeir sem eru þrá ekkert heitar en að hafa völd og stjórna og drottni við öðrum, þeir fá að gera það að lokum og þetta einhvern veginn allt í þessum anda. En ástæða fyrir því að ég síðan bjartsýnn að því að maður búin að ganga með þessa tilfinningu í brjóstinu svo lengi og hugsa með þessi bara af hverju ósköpunum þetta svona og af hverju svona ofboðslega erfitt að ímynda sér eitthvað annað. En þá alveg kom eins og fannst mér bara eins og að fá Rósamund í fangið að fá þessa bók sem kannski búið að tala á þessum vettfangi Gunnar Smári, ég veit það ekki, en það The Dawn of Everything eftir Ég ætlaði að fara að gíska á það sko. Já. Ég ætlaði að fara að gíska á að það væri hún. Það hún og það bara þessi bók eftir David Graeber og David Van Gogh sem vissulega svona anarkísk, eða svona tesan í þessari bók í rauninni á anarkísk myndi ég segja, en hún einmitt að færa rök fyrir því svo vel og sýna svo vel að vandamáli að okkur skortir, ég held að það sem okkur skortir einna mest í dag sé bara einhvern veginn ímyndunarafl að leyfa okkur að hugsa að þetta gæti einhvern veginn allt sem mann verið bara allt öðruvísi og þetta hefur í aldana og árþúsundana rás margoft verið allt öðruvísi og þá ertu ekki með í grunninn þessa hvata að allir þurfi stanslaust að vera einhvern veginn að skara eldað eigin köku og þú þurfir eiginlega að vera nánast logandi af einhverjum hugsjónaeldi til þess að vera ekki svoleiðis. Að þessi bók bara sýnir þetta svo ofboðslega vel að það ekkert sem einhvern veginn náttúrulegt við það ástand að þú sért í þessu sem ég var að tala hérna áðan, að þú þurfir einhvern veginn alltaf að vera að gera eitthvað sem þú vilt ekki gera og þjóna einhverju sem þú vilt ekki þjóna
og vera í, þú veist að þú einhvern veginn situr stanslaust undir því að þú bjúir einhverju lýðræði og þú hafir eitthvað það að segja hvernig þjóðfélagið þitt á meðan það náttúrulega fyrir eiginlega alla bara alls ekki svoleiðis og maður alltaf, það blásið hérna í lúðra á 4 ára fresti og þú verður að kjörsta og þú skráir eitthvað niður en svo ertu náttúrulega bara áhorfandi að einhverju leiksýningu alltaf sko. Og það allavega, já, ég ætla ekki að vera að blára ómikið þessa bók en hún hefur fyllt mig mikil bjartsýni bara með því að opna eins hausunum manni fyrir því að þetta bara gæti svo sannarlega, það svo sannarlega pláss fyrir eitt stórt og gilt við þarna úti. Sko. Ertu búin með bókina og þú mælið með henni? Já, þetta var jólagjöfin mín í ár sko, ég keypti bara fjöldamörg eintök og bara gaf öllum þessa bók og en hún vissulega talar mjög beint inn í mínar óskyggjur og kannski ofta rangkomindir sko, það getur vel verið en ég mæli mjög eindregið með henni og hún þetta bara algjör svona heila sprengja einhvern veginn og en ég að lesa hana mjög hægt þannig að ég á einhverjar 50 blaðsíður eftir það svo en þetta er dóraftur sko, þetta er alveg mögnu bók. Já, ég með hana, ég ætlaði nefnilega að kaupa hana og gefa hana í jólagjöf og svo kom hún á 3. jólum, þá var ég búinn að gefa jólagjafina þannig að ég bara rétt komin inn í 1. kaflan. En þetta náttúrulega, ég bara get ekki sagt það því ég bara rétt komin inn í 1. kaflan en þetta bók ársins, það bara hannig. Heyrðu, Helga Vala, má ég heyri þér hvort að við gott samband við þig? Já, allir þetta sé eitthvað betra. Já, við heyrum allavega í hljóðið. Já, Herðu, við vorum að reyna að gera þig ábyrga fyrir því að viðið væri orðið svo veikt að það væri ábyrgð jafnaðarmannanna sem að halda uppi viðinu að ég sé að vinna og það er svona tilfinningin í þessum þætti að ég hafi unnið ómikið. Hvað, ég menna þið voru með Hendi bara í mig, ég get tekið við því sko. Já, eins og hann nú sem að dó á annan í jólum erkibiskupinn í Suður-Ameríku, hann sagði eins og við hljótum að vinna, við erum með svo góða málstað með þess að Guð er með okkur og Guð er með viðinu en á hverju þá viðið að tapa? Já, ég veit það ekki. Mér finnst pólitíkin á Íslandi vera í ákveðinni krísu. Það er mjög lítil þolinmæði fyrir pólitískum debatt á Íslandi. Það er mjög lítil þolinmæði fyrir pólitískri gagnrýni. Og meira segja fólk sem hefur áratuga reynslu af pólitískri gagnrýni tekur henni sem persónulegum árásum og það hefur komið mér alveg stórkostlega óvart, verð ég að segja. Ég skil ekki hvernig og hvenær það gerðist að einhvern veginn allt sem að heitir einhvers konar suðupottur hugsjóna og pólitíkur sem þetta mjög spennandi í eðli sínu. Pólitíkin spennandi svona, og á að vera það að hún hefur verið aftengt að mínu viti, bara mjög mikið og ég lít svo á, og nú ætla ég að reyna að taka mig út úr flokkspólitíkinni en ég lít svo á að stjórnarflokkarnir hafi með aðstoð í rauninni fjölmiðla og undanförnum árum eða svona stóru fjölmiðlana bara gert þetta að einhvern veginn hafa lítið svigrúm fyrir pólitískan debatt. Þetta gengur allt út á eitthvað sem heitir stöðugleiki og hinn meinti stöðugleiki snýst allur að viðhalda einhverju kyrrstöðu, að slökkva í hugsjónum, slökkva í pólitískri framtíðarsýn og ég skil ekki hvernig við komumst þangað. Ég átta mig ekki á því. Mér þetta hafa versnað til muna á undanförnum misserum. Okay. Ég veit að þetta er ekki sérstaklega uppbyggjandi. Nei, það má. Það er ekki að áramótin eru svolítið þannig, þá bara brenni maður fortíðina, þannig að þetta er tíminn þegar maður má koma með hið erfiða og þunga og betra, svo kveikir maður bara í þessu áramótin. En maður horfir á stjórnarsáttmálann sem fættist eftir 2 mánaða hríðir, að þá er ekkert að finna þar. Og þetta snýst
svo lítið framtíðarsýn fyrir Íslands samfélag og svona hvað þessi flokkar vilja gera fyrir íslenskan almenning. Stærstu verkefnin einhvern veginn uppstokkun á stjórnarráðinu sem ofboðslega illa ígrundað og skipulagt og ég átta mig satt að segja ekki á tilgangi þessara ríkisstjórnar. Ef ég bara á að vera alveg heiðarlegt með það. Ég skil ekki hvað þau ætla sér. Kannski myndu áttaði á því og kannski myndu bara aldrei áttaði á því hver tilgangur þessar ríkisstjórnar. Herðu, Natasja, við erum svolítið að tala við og ég. Nú þú innflytjandi á Íslandi, það er freistandi að spyrja þig hvort að þú upplifir það að Íslendingar séu svona einstaklingshyggju fólk mikið, hvort að samfélagið sé hvort þú upplifir sterkt samfélag. Við erum náttúrulega lítið samfélag líka, þannig að það ætti að vera þannig að það væri svona, maður átti að segja á því að það væri samheldni og styrkur í íslensku samfélagi í samanburði við milljónaþjóðir. En það svo? Eru Íslendingar einstaklingshyggjumenn eða eru við félagshyggjufólk? Ég held að Íslendingar mjög mikið svona þjóð, af því að fjölskylda mikilvæg og líka það svolítið erfitt að komast inn sem innflytjandi af því að allir þekkja hvort öðru frá bernsku, frá menntaskóla og ef þau ekki búin að fara þangað þá þau pínu utangarð. En ef ég hugsa svona Rússland og Ísland, mér finnst Ísland miklu meira svona heil þjóð heldur en í Rússlandi. Og líka ég upplifa svolítið oft að ég við hér, en samt upplifa líka að ég ekki við, ég bara ég. Og það svolítið fyndið að því í Rússlandi orðið ég líka bókstafur ja, sem síðasta bókstafur og það sagt oft ja síðasta bókstafur ef maður væla sjálfan sig eða ef maður vil fá eitthvað. Þá þetta kannski bara svona bergmál kommunisma þar sem fólk á að hugsa allir í kringum sig en þetta næstum því búið og fólk í Rússlandi hugsa meira bara sjálfan sig af því að engin annan hugsa þau. En hér finnst mér svolítið gott að hafa kerfi sem fólk var að tala áður með svona orlofshús og stéttarfélag. Mér finnst þetta mjög næs og mér finnst það virkar frekar vel. Það ekki til í Rússlandi til dæmis. Og mér finnst það mikið sem gert til að sameina fólk hér. Jafnvel öryrkjar og konur, það mikið barátta, það sést, það breytist. Og til dæmis í Rússlandi það ekki þannig, ef þú reynir að breyta einhverju þá þú getur farið í fangelsi eða hvað sem getur gerst. Þannig að fyrir mig sem innflytjandi frá Rússlandi, mér finnst svona við á Íslandi með svona stór bókstaf. Allavega í mínum upplifunum. Í Rússlandi, að viðið sé stórt í Rússlandi? Nei. Á Íslandi. Lítið, á Íslandi. Já. Og heldur að það sé að því að við hugsum þannig eða að því að við séum svona smá að það eiginlega það að vera fjölskylda og til einhverju byggðarlagi og einhverju sýslu og einhverju héraði og vera þjóð að það eiginlega allt í einni klessu í okkur Þetta bara það að vera Íslendingur eiginlega svo til fjölskyldu að þau veru svo fá. Þetta því eða við að því að við erum ekki sérlega góð, við hleypum inn eins og þú kannski orðið var við. Þannig að þetta ekki út af því að við séum miklir svona húmanistar og félagshyggjufólk í hjartanu. Þetta kannski bara því að við erum svo fá? Það getur vel verið. Ég held mikið sem virkar vel hér hefur eitthvað að gera með stærð. Og mér finnst í mörgum tilfellum það hjálpar manni sem einstaklingi. Og ég finn líka mjög mikið svona hjálp frá fólki sem á ekki kannski hjálpa sem bara skilur þig sem manneskju
En það er ju erfitt að komast inn, en ég held þetta af því að við erum svo sterk. Þannig að það sem lítur ekki eins og við, kannski Íslendingar hugsa, já, kannski þessi fólk ekki við. Ég veit það ekki, en ég allavega sem innflytjandi get ekki sagt að mér finnst þetta persónulega fyrir mig stór vandamál. Ég get fundið pláss og ég get notið tækifæri sem ég á Íslandi. Og mér finnst líka, þú veist, til dæmis hjól. Það svona stór fjölskyldu hátíð á Íslandi. Það ekki til í Rússlandi nein svona stór fjölskyldu hátíð sem við höldum upp saman, eða allavega ekki í mínu fjölskyldu. Við höldum saman áramót, en þetta ju frekar bara partí, ekki svona fjölskyldustund. Og mér finnst þetta gerir Íslendinga líka sterkari sem samfélagi, af því að það eru svona stórar fjölskyldur og allir á einhvern hátt tengjast hvort öðru. Herðu, við vorum aðeins að ræða áðan svona að þessi tími sem við lifum, að sem við erum að bíða eftir því að fara að gjósa, þar sem við bíðum eftir því að innlagnirinn á sjúkrahús aukist eftir ómikron-sveifluna, þar sem við verið að bíða eftir heimsendi í umhverfismálum. Það líka svolítið verið að bíða eftir stríði að Rússar ráðist inn í Úkraínu. Má ég spyrja það, hvort að þú hefur verið einhverja svona óttastu það eða óttastu það? Ég veit ekki hvernig á ég að lýsa tilfinningu þegar landið þitt hugsanlega mun byrja stríð. Sérstaklega þegar ég búin að búa hér í 10 ár og þetta ekki minn veruleika lengur. Og mér finnst þetta erfitt. Að hugsa það, en ég að reyna ekki fara djúpt í politík, það fer djúpt í mig, en á sama tíma það ekki hægt að ekki heyra það sem að gerast, og mér finnst líka sem þú sagði að það tala gos og smit og það bara allt annað á dagskrá í Rússlandi, það svona óskiljanleg andstæða með Úkraínu, það fólk sem fer í fangelsi, það Navalny, og það búið að vera mjög mikið pressa í menningu líka síðustu ár, og þetta ju í rauninni bara mjög hræðileg, og staða konur í samfélaginu, þetta hræðilegt, eins og til dæmis það búið að breyta lög þar sem heimilisofbeldi ekki lengur stort vandamál, þú fær bara sekt í COVID-tíma. Og það ein kona sem ætti að fara í fangelsi, listakona sem málaði píkur, og þetta propaganda af klám, samkvæmt mörgum Rússum. Og hún var í svona heima fangelsi, eða ekki fangelsi, hún var bara, mátti ekki fara að heiman í ár, og hún má ekki flytja af því að þetta propaganda af klám, að mála naknar konur. Og það mjög skrítið að búa milli tveimum svona öðruvísi samfélagum. Hérna, má ég aðeins pína aðeins meira sem að því út frá Rússlandi. Já, því að við erum svolítið að tala það líka, sko, að stjórnmálin selja sig að verja okkur fyrir ykkur ógn, og kannski vanti inn í stjórnmálin svona að hvers svona samfélag ættu að vera að stefna. Þannig að það, þú veist, svona stjórnmálumræðin svona kannski ekki jákvæð það hvað við getum gert. Halldór Armand var að vitna þarna í David Graeber sem að segir að veruleiki sem við búum við núna mannanna verk, og við getum alveg haft það bara allt öðruvísi. Þannig að það svolítið það sem að vantar inn í umræðina. Rússar náttúrulega gengu í gegnum hrun Sovétkerfisins og svo hrun nýfrjálshyggju sem tók við, og það þannig að þjóð eða samfélag sem ekki getur svarað í hvers svona samfélag það vill,
að það fái eitthvað svona fyrirbrigði eins og Pútín sem svona laust, sem ekki, kannski ekki neitt sem neitt að biðja sko, en þetta bara eitthvað svona fyrirbrigði sem að við teljum okkur trúum að geti varið okkur fyrir eitthvað sem ennþá verra. Það að meina hvort Rússar sér Pútín sem einhvern sem verndur Rússland á móti bara einhverju, eða þú veist að Pútín segja niðurstaða því að þjóðin gat ekki komið sér saman það hvert þú vildi fara eða stefna, þannig hún situr uppi með eitthvað svona millileik sem sannarlega stöðuleiki eins og svo vittum nú í íslenska umræðu, en kannski ekki sko, ekki að bjóða upp á neitt, enga framtíð eða lausn, heldur kannski bara vörn á einhverjum gildum fortíðar sem að einhver hluti þjóðarinnar vill ekki missa. Já, ég held það bara þannig í rauninni að því að þegar Sovjet féll, það var hræðilega tímar. Það mjög mikið svona, það var stríð í Tjetjníu og það mjög mikið terroristatakt. Ég ekki viss, ég þurfti aldrei að tala þetta á íslensku, en það var hræðilegt. Það mætti ekki fara út úr húsi eftir 6 af því að það var svo mikið slæmt í gangi og þegar Pútín kom, allt byrjaði að vera betur eftir Jeltsin. En Jeltsin var líka bara alkoholisti, allir mun vera betri eftir alkoholista. En þannig að hann byrjaði að byggja þetta upp með ótta að allir á móti Rússlands og við erum stór og sterk og allir að reyna bara að eyðileggja Rússlands og hans propaganda mjög mikið byggt á svona ótta að því að Rússland, þetta ju stærst land á jörðinni en það heyrist varla frá Rússlandi. Þú veist, fólk lesir ekki samtíma bækur frá Rússlandi, sér ekki kvikmyndir, heyrir ekki tónlist, ekki neitt. Það bara mjög lokað. En það hluti af þessu að það bara þau vilja vera við og allir hinir mun aldrei vera við og jafnvel þau sem ekki sammála í samfélaginu núna, þau ekki heldur við. En það samt fyndið að því að fólk sem að mótmæla, þau nota við sem svona manifesto. Þannig að það tvær við í Rússlandi sem á móti hvort öðrum. Það andstaðan við Pútín skilgreinir sig sem við. Já. Herðu Drífa, ég veit ekki hvort þú dast eitthvað aðeins út af áðan, en Halldór Armand var eitthvað að segja, hann skildi ekki í því að fólk þyrfti að basla svona mikið, að vera alltaf í einhverju vinnu fyrir lítil kaup, hefði lítið með að gera hvernig líf þeirra væri, var alltaf að þjóna einhverjum öðrum og hann skildi bara ekki okkur í veröldinu við höfum þetta svona. Sem formaður Alþýðusambandsins, verður þú að svara þessu? Já, einmitt. Þetta mjög góð pæling og þetta svona kannski hluta af einhverju svona samfélagsbreytingu sem eiga sér stað. Að ég held að það sé einmitt þetta setja spurningamerki við þetta sem hefur ekkert endilega verið sett spurningamerki við áður. Við höfum náttúrulega verið einhvers konar lífsgæða framþróun á Íslandi þar sem við höfum haft það betra, við vinnum minna. Á sama tíma kannski vinnumarkaðurinn að vera svolítið harkalegri að einhverju leyti. En maður finnur alveg óbúslega skörp kynslóðaskil þarna á milli. Fólk sem segir bara, ég kannski til að vinna svona 60%, ég held að það myndi henta mig betur. Ég þarf bara að hafa tíma til þess að sinna mínum börnum og mínu félagslífi og svo framvegis. Að einhverju leyti getum við kannski sagt að við séum í ennþá að vinna úr kvenfrelsisbyltingum, þar sem konur fóru líka út á vinnumarkaðinn. Við erum ekki ennþá búin að ná því að konur hafi sömu laun og kallar eða störf sem eru hefðbundin kvennastörf séu metin að sömu verðleikum og kallar. Þannig að við erum ennþá föst í einhver svona hugmyndafræði það sem kallað the breadwinner model, það að segja að það sé einhver fyrirvinna á heimilinu. Og það svona orðið mjög vaxandi óþol fyrir því og ég held að það sé að breytast alveg gríðarlega mikið með nýrri kynslóð. Fólk sem að koma út af vinnumarkaði núna og eins og ég segi, ég bara ekkert alveg til í þetta. Og maður finnur eitthvað svona hreyfingu, þú veist, þegar við höfum spurt hvað á að leggja áherslu á í kjarasamningum, að þá eitthvað stytting vinnuvikunnar að verða
stærra og stærra mál með hverjum samningum sem eru gerðir. En Drífa, að þú segir þetta með unga fólkið, að það er stundum sagt sko að unga fólki vil bara búa lítið en svo kemur í ljós að það bara fæði ekki kost á öðru, það vil bara vinna 60%, það bara færi ekki nema 60% vinnu. Ertu alveg vissum að þetta sé vilji unga fólksins að hafa þetta svona eða er þetta bara raunveruleiki sem að þau vera að setja sig við? Mér finnst ég vera skynja kröfu ungsfólks, ég er alveg sammála því, unga fólki ætlar ekkert, þú veist, ég kvitt ekki undir á þá staðhæfingu að ungt fólk vilji búa þrengra. Ungt fólk eins og og kannski leiðilegt að vera að alhæfa svona heila kynslóðir, en það er einhver svona breyting í þá átt að vinna minna fyrir sömu laun. Það er að segja sömu lífsgæði en vinna minna, og það er líka loftslagsmál, það er líka umhverfismál að hafa bara einhvern veginn rými hafa rými til þess að vera ekki botnlausir neytendur. Þurfa ekki einhvern veginn að vera alltaf í einhverju djöfis skítarettingum að því að þú ert einhvern veginn alltaf að hlaupa í kappi við tímann. Þannig að það er, mér finnst ég skynja einhverja breytingu á þessu, og ég er nú búin að vera að tala um mjög marga núna sem byrjuðu að vinna markaði fyrir 40 árum kannski, þegar var unnið á laugardögum, þegar konurnar voru heima og kallaði bara unnu. Síðan koma konur inn á vinnumarkaðinn og fara inn í sama módeli og það náttúrulega bara gengur ekkert upp til lengdar. Við erum búin að prófa þetta núna í einhver áratíu og það gengur ekki til lengdar fyrir þetta, það fjölskyldumynstur er náttúrulega bara að breytast mjög hratt. Þannig að auðvitað er að verða svona einhverja mikla breytingar í okkar samfélagi. Ég hugsa að þær verði hraðari vegna COVID. Bæði það að fólk þurft að taka einhvern veginn meiri fjölskylduábyrgð. Þannig að það er svona, ég hugsa að einhverju leyti fari fólk að endurhugsa hlutina þess eftir það. Nú er eðlilegt fyrir okkur bara að spyrja Sölku sem er ung kona. Já, fulltrúi unga fólksins. Já, hún var bara að stimpla sig út hérna rétt áðan sem að hún var gömul til þess að geta verið fulltrúi unga kynslóðarinnar. Ég sagt að þú er að svara þessu. Er það þannig að unga fólki það bara að sömuleyti gerðist þetta með eftirstríðsára kynslóðina sem að byggðu upp kannski sína drauma og svo kemur 68 kynslóðin og bara vill ekki ganga inn í drauma þeirra. Er það þannig að unga kynslóðin bara vill ekki ganga inn í þetta samfélag sem að eldra fólk setti sig við? Erum við að upplifa svoleiðis straumhvörf? Já, ég held að unga kynslóðin átti sjá að þú veist, dæmi gengur náttúrulega ekki alveg upp, sko. Þú veist, að þú veist, eiga að vera, þú veist, ef það ætla eignast börn og eitthvað svona, því núna er ég á unga kynslóðinni sem að þú veist, hvað á ég að segja, skilur, sem er eitthvað svona tölfræðilega eignast börn núna og eitthvað svona, að þú veist, að allir er að vinna 9-5 en þú veist, þú getur bara verið með barnið þitt í leikskóla til 4 og þið langar að eyða tíma með barniðinu og þú veist, hver á að gera alla þessa hluti, þú veist, hver á að þrífa og elda og allt þetta, því að þú veist, núna á það einhvern veginn að vera 50-50, það náttúrulega er ekki þannig inn á heimilunum að þessari þriðju vakt sé rétt skipt, sko, en ég held að þessi kynslóð átti sig bara á að þetta sé einhvern veginn ekki alveg að virka, en ég held að sem er líka búið að breytast er að einu sinni hafi, það er svo mikil skil á milli vinnu og þú veist, það eru svona á einhvern veginn að vera þannig að þú ert í vinnunni og svo ertu að gera lífið, þú veist, síðan er lífið fyrir utan það, þannig að ég held að þú veist, það sé líka bara eitthvað að fólk er að reyna að átta sig á þessu út því að núna eru margir sem eru alltaf í vinnunni. Það er svo mikið af vinnum sem eru að virka þannig að þú ert einhvern veginn alltaf til staðar og þú ert alltaf að sinna vinnunni og þá hefur ekki heldur tíma til þess að sinna neina öðru. Þannig að ég held að krafan sé líka, þú veist, í svona kjölfar þessa svona burnout kultúrs sem er í gangi líka, þú veist, að fólk er bara í vinnunni 9-5 og síðan er það samt eiginlega líka í vinnunni til 10 kvöldin en þá samt einhvern veginn líka að vera eignast börn. En þá samt líka bara að vera 100% af þeirra ábyrgð að eignast börn. Ég man að sjá á Twitter daginn að það var einhvers típa að tala um að þú veist börn væru á ábyrgð foreldra sinna, þú veist ákvörðun að eignast börn að það í rauninni væri bara þeim þeirra ábyrgð, þú veist, ef þau geti ekki gert eitthvað eða eigi ekki pening fyrir því, þú veist, að það sé þá bara hefði kannski bara ekkert átt að eignast börn, þú veist, þetta er bara fátækt fólk, ætti það kannski bara ekkert að eignast börn og mér finnst þetta svona áhugavert að þannig er aftur komið þú veist, einfeldningshyggjan inn út af því að þá á það einhvern veginn alltaf að vera bara okkar persónulegu ákvörðunum hvort að lífið
sé þess virði að lifa því og hvort að við búum einhvern veginn í samfélagi sem að sér okkur. Við erum í einhverju mjög mikil tókstreitu því að allir vilja vera þú veist, í vinnu sem þeim finnst ógeðslega skemmtileg en samt líka hafa ógeðslega mikinn frítíma og geta að lifa á laununum sínum. Ég held að sé bara mjög, þú veist, ég bara mjög ringluð með þetta sjálf út af því að ég einhvern veginn í vinnu sem að ég dýrka en samt finnst mér ég alltaf verið í tókstreitu með þú veist að ég sé að vinna of mikið og allt þetta og ég held að það sé líka einhver leiti svona hugarfarstengt út af því að svo var ég að tala við konu sem að vaxar mig á verði þinn vilji, vaxstofu og hún utan að landi og hún sagði já þú veist, mér svo skrítið hún úr Aðaldal, ekki fyrir norðan hún sagði þess að mér svo skrítið ég ekki miklu meira stress þú veist, ég var alveg að vinna fyrir norðan en þá var maður ekkert að gera svo mikið skil á milli bara að vera í vinnunni og ekki, mér fannst bara gaman í vinnunni og svo fannst mér líka bara gaman að vera í fríi en hérna maður alltaf að drífa sig í vinnuna og það úrst leiðilegt og þú veist það er svo mikið svona taugastreita í kringum það að vera í vinnunni og hversu mikið áttu að vinna og það passaði einhvern veginn að þú sért ekki að vinna meira en þú áttu að vera að gera. Við erum komin sem eitthvað tókstreiti í sambandi við vinnu og einu sinni það var kannski vinnan bara meira hluti af lífinu sem ég veit ekki hvort það hafi verið gott alltaf og það fer náttúrulega eftir á í hvaða fæið þú ert en mér var þetta svona áhugavert að einhverju leiti þú veist þá maður líka bara að reyna að finna út úr þessu jafnvægi alltaf og það bara ekkert jafnvægi einhvern veginn til staðar á þessum vinnumarkaði þar sem já, ég bara eitthvað svona að ranta sko en ég veit ekki sko hvað þetta jafnvægi að finna og hvort að ungt fólk líka bara svo ótrúlega það svo ótrúlega mismunandi hvað fólk að gera þegar við erum að tala 60% vinnu og ég svo sammála því en á sama tíma svo margir sem sko að velja einhvern veginn að draumurinn sé sko að þú getur verið svona áhrifavaldur og fengið borga fyrir að vera alltaf í vinnunni sem einhvern veginn andstæðan við 60% vinnu og sinna áhugamálum. Það þetta mix þú veist það sem að það vera engin skil á milli frístunda og vinnu. Þannig að ég veit ekki, þú veist, ég veit að ég er ekkert hvað ungt fólk vill en það ég búin að stimpla mig út úr þessum hópi. Það eitt af því sem við komum fram í þessu þætti að Salka ekki ung lengur. En Drífa, þetta ekki endurskilgreining vinnunar, eitthvað krafa frá því sko 1970 eða eitthvað svona sem að Rauðsugur komu með og vildu að þeirri skilgreind vinna sem var inn á heimilunum sem var ólaunuð og allt slíkt og það náttúrulega kannski leiddi til þess að það voru búin til launaðar vinnur í kringum þetta en samt þetta þriðja vaktin eftir eitthvað svoleiðis. Getur verið að verkalýðshreyfingin þurfi einhvern veginn að endurskilgreina vinnuna og líka kannski ljósið þess fyrir hverja þeir eru að tala. Þeir eru líka að tala við fólk sem án vinnu, fólk sem hefur öryrkjar og dottið út af vinnumarkaði, fólk sem að sinna ættingju sínum og öðru slíku, að losna út úr þessari skilgreiningu, þessari þröngu skilgreiningu launavinnu sem vinnu og það sé að gera kröfur virðingu, framfærslu, eftirlaun fyrir kannski hina sem áður hefur ólaunað, það er nú helling af eldri konum sem eru bara á strípuðum TR Tryggingastofnunar taxta vegna þess að þær borga ekkert inn í lífeyrissjóð með að voru að sinna börnum og búi og foreldrum og guðum og þetta hverju ekki. Endurskilgreining vinnunnar. Já, ætli verkalýðshreyfingin hafi ekki alltaf verið að endurskilgreina vinnuna. Það er að segja að framfærsla sé ekkert endilega bundið við vinnuna. Heldur séu með alls konar önnur úrræði til þess að grípa fólk. Ég held líka að þetta sé svolítið menningarlegt fyrirbæri. Ég held að við höfum skilgreint okkur mjög mikið út frá vinnunni. Hvað við gerum við hvað við vinnum. Hvað gerum við hvað við vinnum. Oft fyrsta spurningin. Ég hins vegar varðandi lífeyrisréttindi kvenna sem hafa einmitt borið þyngstu byrðarnar af ólaunuðu vinnunni og það er nú eitthvað sem við erum farin að tala mjög mikið það er þessi ólaunaða vinna. Mér finnst það mjög góður hljómur í Rauðsokkunum sem að komast á aldur núna og finna hvað lífeyriskerfið er hryllilega ósanngjarnt gagnvart ólaunaða vinnuframlagi kvenna sem er svona orðið til þess að þessi þjóð hefur þrátt fyrir allt viðhaldið sér. Það er að segja að eignast börn. En sko vinnan er sjálfsmyndarmál mjög mikið og
ég hef ekkert hitt neina manneskju sem sko vill ekki vera í einhvers konar samhengi vinnunar. Ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur, ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur félagslega og ég held að margir hafa fundið það á COVID-tímum hvað það er mikilvægt félagslega að vera í einhverju vinnu. Þannig að ég veit ekki, vinnan er ekkit endilega fast hugtak, hún hefur verið að mótast mjög mikið í gegnum tíðina og heldur áfram að mótast. En svo er náttúrulega hægt að segja það að vísasta leiðin til að auka hagvöxt á Íslandi og heim allan, þá er að fara að taka ólaunaða vinnu kvenna inn í hagvaxtartölurnar. Af því að auðvitað ætti að taka meiri tillit til ólaunaðra vinnu kvenna, sérstaklega þegar sko hún er að aukast eins og núna, verulega. Hún eykst alltaf þegar gerð er aðför að velferðarkerfum. Þegar fara að útskrifa sjúklinga fyrr á Landspítalanum, hver er það sem grípur það? Það eru konur, það eru konur sem eru að vinna hennar ólaunu vinnu, sérstaklega, auðvitað einhverju kalla líka. Þannig að auðvitað er vinnuhugtakið alltaf freka fljótandi og verður það áfram og heldur áfram að þróast. En ég held að þetta sé mikilvægt hugtak, mikilvæg ég vil ekki segja hornsteinn en sko þetta er mikilvægt í okkar vitund vinnan og þá er það eins gott að hún sé sæmileg. Ég ætla að koma við hjá honum Þórði áður en ég fer til Héðins með þetta við og ég, af því að Þórður þú ert blaðamaður og einhver leiti þá fjölmiðlar eru svona búa til samfélög, halda utan um þau og kannski eru þau samfélög eins og við þekkjum til í kringum fjölmiðluna, kannski má halda því fram að borgarlega byltingin hafi að sumu leyti mótast með uppbyggingu svona 19. aldar blaðana fjölmiðluna sem er gefin út og svo erum við með sko svona massa hreyfingar sem að verða til með útvarpi og svona broadcastmiðlum og eitthvað svoleiðis og á svona tímabili, á svona gullöld fjölmiðlana að þá héldu fjölmiðlar utanum þjóðina sko að kvöldfréttatíminn var bara eins og predikunarstóll og það var bara sannlega að segja yður að við fréttum með þetta helst og það hlustaði öll heimsbyggðin og eða þjóðin og þannig helst samfélagi saman þetta hugmyndin við og ég einhver leiti tók þátt í þessu, ég man til dæmis þegar fréttablaðið á tímabili, ég held ég hafi verið með eitthvað 86% lestur á svæðinu þannig að og þetta er bara fyrirbrigði sem er bara ekki í boði lengur. Það er bara ekki í boði lengur. Þannig að, og meiri sé að kvöldfréttatímar ríkissjónvarpsins, ég reikna með því að sko, það sé ekki helmingurinn sem er að hlusta á þau núna og ef þú tækir það í aldri, ef þú tækir hlans undir 50, að þá hefur kannski hlustunin á kvöldfréttatíma ríkissjónvarpsins minkaðum, er bara þriðjungu núna eða ég fyrir ennþá minna en áður var. Þannig að þetta er hugmyndum við, hvernig er hægt að vinna með því, hvernig við sem hópur skilgreinum eitthvað vanda sem stöndum fram yfir í, tölum okkur inn á okkur að lausn, getur verið að með falli fjölmiðlan og splundrun umræðunar sé það bara kannski tæknilega ómögulegt að ná að byggja aftur upp eitthvað við sem að Héðinn er auglýst eftir og greina ástandið, finna hvert hópur vill fara, mynda samstöðum að fara þangað. Ég held að þetta séu meðvitaðar ákvarðanir það að brjóta niður þessi tæki sem þú nefnir til þess að viðhalda þessu viði. Ég skal kannski nefna nokkuð dæmi þar ástæðan fyrir því að maður er stundum dálítið svona, kannski ekki svartsýnn en stundum dálítið dapur í lok árs annars vegar vegna þess að ég er búin að eyða miklum tíma í að lesa fjárlög og umsagnir og fjárlög sem koma miklu leyti frá lobbyistum sem eru búin að styrkjast alveg feikilega mikið á undanförnum árum á sama tíma og fjölmiðlar hafa veikst feikilega mikið. Það er að segja þessi hagsmunasamtök sem halda utanum sérhagsmuni þeirra sem eiga mest í samfélaginu eru orðin gríðarlega öflug í því sem þeir gera og þeir hafa alveg feikilega mikið aðgengi að stjórnvöldum, lagasetningu, reglugerðarsetningu og svo framvegis og ég tala ekki umræðin til þess að koma sínu sjónarmiðum framfæri. Og maður sá það bara núna í fjárlagagerðinni að bændur eða kirkjan eða SA og viðskiptaráð og fleiri höfðu mikil tækifæri og oft náðu miklum árangri með því að ná sínu sjónarmiðum framfæri sem aðrir hafa ekki.
og á sama tíma hefur molnað undan fjölmiðlum. Hér er fólki sem starfar í fjölmiðlum fækkað úr einhver 2300 í einhver nokkur 160-800 á örfáum árum. Reynslan sem er horfður úr sem geira er alveg feikileg. Hinn ástæðan fyrir því er alltaf svona dálítið dapur í lok ársins er þessi viðskiptaverðlaun sem alltaf eru að veita og núna erum við með viðskiptaverðlaun Viðskiptablaðsins, við erum með viðskiptaverðlaun Markaðarins í Fréttablaðinu, við erum með viðskiptahátíð nýja viðskiptaverðsins Innherja þar sem sko kona í virkri lögreglurannsókn stóð og var að veita verðlaun. Þú veist, þetta var bara eins og sena í Don't Look Up dálítið. Staðan er bara þannig að þeim sem fjallum viðskipta og efnahagsmál að uppistöðu á Íslandi þá er einn miðill, það eru litli kjarninn sem nálgast þá umfjöllun út frá almannahagsmunum og hagsmunum neytenda. Aðrir nálgast allir út frá hagsmunum eða sérhagsmunum ráðandi auðafla og það er bara staðreynd. Ég las frétt í Fréttablaðinu daginn þar sem voru 2 viðmælendur, annar var framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs og hinn var aðstofaframkvæmdastjóri Viðskiptaráðs. Og við hliðina var pistil eftir blaðamann sem skrifaði greinina þar sem hann tók undir sjónarmið framkvæmdastjóra og aðstofaframkvæmdastjóra Viðskiptaráðs. Þeir sem fengu viðskiptaverðlaunin í ár voru hjá Innherja var Vellauð Salan og Íslandsbanka þar sem eins og einhver orðaði ágætlega hérna áðan voru einhverjir grúmaðir inn í landsmenn grúmaðir inn í hlutabréfakaup vegna það blasti við öllum sem bara kunna lágmarki að lesa í ársreikninga að þarna var að vera að gefa peninga. Það var augljóst að bankinn myndi hækka mjög mikið strax sem var skráður á markað vegna þess að hann var miklu meira virði en það var skráður á. Og þeir sem geta selt sig út núna sem keyptu fyrir 1 milljón geta kassað út 600.000 skall. Hjá hinum voru hjá bæði Viðskiptablaðinu og Fréttablaðinu var Arion banki verðlaunaður eða bankastjóri Arion banka verðlaunaður fyrir að viðskiptamaður ársins. Og hver er stefna Arion banka? Arion banki er lítill íslensku banki sem er bara með íslenska viðskiptavini að þjónusta íslenskt samfélag, heimili og fyrirtæki og stefna bankans, hún er yfirlýst, er svo að selja mikið af eignum og taka eins mikið af peningum út úr starfseminu og hægt á skemmstum tíma. Það er stefna bankans að taka alltaf 88 milljarða út úr starfseminu á skemmstum tíma til þess að greiða út til hluthafa sinna, svo þeir getur notað það eitthvað annað. Við erum búin að tala mikið hérna í kvöld og margir búin að vera með mjög áhugaverð innlegg það hvað er við. Ég meina, ef þú skoðar kannanir sem sýna mjög afgerandi niðurstöðu varðandi margar hluti sem eru að í okkar samfélagi, hvort sem það er vilji til þess að einkavæða innviði, vilji til þess að selja banka, vilji til þess að breyta fiskveiðistjórnarkerfi, vilji til þess að breyta því þannig að hér verði ekki til eitthvað svona ofurstétt íslenska ólígarka sem teygi sig inn í alla aðra anga samfélagsins, vilji til þess að breyta húsnæðiskerfinu, vilji til þess að auka jöfnuð, vilji til þess að breyta landbúnaðarkerfi, vilji til þess að koma á alvöru framfærslukerfi þar sem við erum ekki að skilja fólk eftir í fátæktargildru. Þá er yfirgnæfandi meirihluti alltaf sammála þessu. Samt kjósum við yfir okkur stjórnvöld sem leggja mestan áherslu á stöðuleika, sem ífelst kyrrstaða, sem ífelst að breyta engu, sem ífelst að stjórna í staðinn fyrir að þjónusta. Okkur vantar bara einhvern veginn að taka dálítið af skarið og hætta að einhvern veginn að líða það að hér sé fólk sem stýr okkur sem hafi helst það markmið að bremsa verstu hvatir þeirra sem sitja við ríkisstjórnarvaldið. Það er enginn til í að stíga á bensíngjöfuna og stefna því að búa til það betra samfélag sem ég sýnist vera svona tiltölulega almenn sátt að við viljum fara í. Við erum tiltölulega ólíkt fólk sem sitjum hérna í þessar umræðu kvöld og mér finnst við flestöll vera sammála það svona í grundvallaratunum að það eru kerfin sem eru að halda aftur á. Það er vilji til þess að brjóta þau af okkur og fara eitthvað lengra. Af hverju gerum við ekki? Kannski spilar COVID inn í þar. Það er svona vegna þess að mörguleyti hefur það kannski gagnast að vera með mjög ólíkt fólk við stjórnvölinn í svona skrýtnu ástandi og þess vegna fannst bara öllum best að kjósa Framsókn. En ég held að við séum að komast einhvern veginn á okkur punkt að við þurfum að fara að hrista þessi kerfi á okkur og við þurfum að fara að smíða kerfi sem virka fyrir fleiri og sem virka þannig að þau leið okkur að þeim markmiðum sem við viljum
sem við viljum að samfélagið skila okkur til. En er þetta ekki líka, má ég segja eitt? En er þetta samt ekki líka út af því að við vitum ekki alveg hvað valdið á heima lengur og því að það á einhvern veginn ekkert endilega heima á Alþingi lengur. Það er búið að splundrast svo mikið í allar áttir að ég held að eins og unga fólkið sem að þú erum við með ungar konur á Alþingi sem að voru einhverjar bjartar fréttir. Ég er reyna að finna bjartsýnina líka sko. Hvað þurfum við að gera? Ég langar að varpa þessu inn í einhverja umræðu. Bara, hvað þurfum við að gera til þess að hvaða leiðir getum við farið til þess að hrista upp í þessu ef við viljum í rauninu öll stefna að þessu betra samfélagi? Ég held að eitt af því sem við erum kannski sem er það að við erum of mikið út allt, þar sem við erum of litlum þröngum hópum í staðinn fyrir það að hópa okkur saman það sem sameinar okkur, þá erum við að einblína á það sem aðskilur okkur og fyrir vikið eru þeir sem eiginlega alveg saman allt þetta, þeir vinna á meðan. Það þarf að nálgast stjórnmál á kannski einhvern aðeins annan hátt en við höfum verið að gera á undanförnum árum, þar sem fólk sem er sammála breiðu línurnar er að dreifa sér of víða. Fyrir vikið þá eru þeir sem sitja bara kyrrir, þeir horfa í kringum sig og hlæja alla leiðin í banka. En það er kannski akkurat þetta sem ef ég fæ aðeins að grípa inn í þetta, þá er það nákvæmlega þetta sem við í stjórnarandstöðunni erum að svona einblína á núna. Það er að standa meira saman og það gerðist í fyrsta skipti núna í mjög langan tíma ef bara nokkuð tíman að stjórnarandstaðan var algjörlega samstíga í breytingartillögum við fjárlög, kom fram með eina tillögu og talaði einum rómi og við höfum gert það í mörgum öðrum málum inn í nefndum og svona og þetta er að skila okkur með miklum árangri inn í þinginu. Okkur tókst að keyra í gegn breytingar þannig að þau sem að fá lífeyri fengu svona skerðingarlausa desemberuppbót. Okkur tókst líka að keyra í gegn hækkun á framlögum til sálfræðiþjónustu og við gerðum það með því að vera algjörlega samstíga en vera ekki svona með alls konar ólíkar kröfur sem var erfitt einhvern veginn að fanga. Og ég held að það hafi skipt mjög miklu máli. Og ég held að þetta sé eitthvað sem við viljum fókusera á, að reyna að vera miklu meira samstíga. En við þurfum líka bara sem þjóða að vera meira samstíga í að veita aðhald og hafa hátt og sýna að við höfum áhuga á þessu samfélagi. Ég svolítið, má ég aðeins taka boltið þarna, Helga Vala? Fyrir ekki, Gunnar, þú ert að stýra þessu, má ég taka orðið? Nei, þið megið taka orðið bara eins og oft þú viljið. Já, takk fyrir það. Nei, ég er ofta að hugsa náttúrulega eitt af því stórmerkilegasta sem gerast á árinu og bara svona fyrir konu á miðjum aldrei eins og mér er bara stórkostlegt að fylgjast með ungu stelpur rísa upp og segja, heyrðu, við ætlum ekki að þegja yfir því ofbeldi sem við erum beittar og samþykjum ekki þá samfélagsskipan að það sé hlutskipti kvenna að þurfa að passa sig á kallum eða þola ofbeldi með einhverjum hætti og það er náttúrulega að vísa til MeToo-bylgjunnar. Og af hverju rís hún upp svona ofboðslega sterkt? Jú, það er eitthvað svona breyting á þankagangi. Það er náttúrulega kvennabaráttan sem hefur skilað þessu svona í gegnum tíðina, nú erum við komin að þennan stað. En það er líka þannig að kerfið er að bregðast þeim. Og þá verða til einhverja aðra byltingar einhver staðar annars staðar og þetta kemur fram í einhverju öðru formi. Og þetta sé maður með MeToo-byltinguna, þetta sé maður með loftslagsverkföllin. Þannig að þegar pólitíki bregst á finnur þetta sér einhvern annan farveg og það er náttúrulega eitt af því merkilegasta sem hefur gerst á þessu ári, finnst mér. Ég aðeins tala vald Gunnar, það er rétt að bæta við það sem hann Þórður var að segja ég algjörlega sammála með því að við erum að fara frá valdi að þjónustu, frá því að stjórna, því að leiða og þetta ættum bara að taka þetta vald sem er bara gamalt orð úr monarkíu Evrópu út úr tungumálinu og fara að tala framkvæmdaþjónustu, dómþjónustu og löggjafarþjónustu og að mínu viti þarf að stilla vægi þessa myndavalds milli framkvæmdavalds og löggjafarvalds. Framkvæmdavaldið er hlutfallslega allt og sterkt versus löggjafinn. Við
við erum með allt og margar skipulseldir, það margoft komið inn á það, við erum með 12 ráðandi, 160 ríkisstofnanir og 69 sveitarfélög fyrir þessa fámennu þjóð. Við viljum öll hafa tilgang, við viljum öll hafa hlutverk, við viljum öll tilheyra, en það eru hagsmunir og ólíkir hagsmunir sem keyra hérna allt þetta dóttir áfram. Og það verður ekki litið fyrir því heldur og þakka ég kærlega Halldór fyrir að benda á hann David Graeber sem lést nú síðasta ári, blessuð sé minning hans, þetta frábær maður, að heilin okkar, hann ekki gangandi skynsemis framheili. Við erum að hluta til með skriðdýrs heila og erum skepnur í eðli okkar og við getum ekki bara látið sem svo að það sé allt klippt og skorið og bara rautt og hvítt og 1 og 0 og öllum ákvarðanatökum. Hagsmunir okkar og eðli okkar eru keyrð áfram að hluta til þessum skriðdýrsheila og mér finnst stundum eins og umræðan sé öll litið af því að við séum bara gegnum heilt bara skynsemisferð sem við erum ekki, við erum tilfinningaverur og spendir líka, þannig að mér finnst svolítið vant í umræðan að við tökum til þess, með þessi ekki afsaka eitt en eitt, ég bara segja, mér finnst þetta stundum gleymast að við erum hér til og við sækjumst eftir vellíðan, við erum forðast vanlíðan, við lifum í 85-90 ára, ef við erum heppin og við setjum þessi 85-90 ára milljónar á tímalínu, þá skiptir tilvist okkar ekkert rosalega miklu máli. Eina hlutverk okkar að koma erfðaefnina áfram og við tekist ágætlega, allt annað hljótu að geta að vera sammála að við getum fundið betri kerfi til þess að þjóna okkur og á endanum snýst þetta þessa tilfærslu frá valdi að þjónustu. Ok, ég var ætlaði að skjóta inn einni aukaspurningu á hann Þórð Snæ fjölmiðla. Af því að einhvers staðar þurfum við að ræða saman, einhvers staðar þurfum við að komast að þessu. Oft talað að lausnirnar eru alveg ljósar, það við vitum alveg hvað það er en það bara einhvern veginn gerist ekki. Og það getur verið að vandinn liggi í því hvernig við tölum saman og hvar við tölum saman og hver stjórnar því hvernig við tölum saman. Ég orðaði stundum þannig að þegar ég byrjaði í blaðamennsku að þá voru svona 250 blaðamenn og 1 upplýsingafulltrúi, hann Jón Hákon Magnússon. En svo þegar ég hætti í blaðamennsku þá voru 900 upplýsingafulltrúar og kannski 150 blaðamenn. Og ef þið horfið á þetta svona, ef þetta umræðu vettvangurinn sem að samskiptin í samfélaginu eiga að fara fram í, að þá voru þau svona einkavett á tímabilinu. Þetta var almanna vettvangur, mikið til stýrt af almanna hreyfingum sem voru stjórnmálaflokkarnir sem stjórnuðu umræðinni. Það má vera að það hafi verið vandamál. 68 kynslóðin gerði svona eitthvað uppreist gegn þessu og vildi fá annars konar fjölmiðla. En það sem að gerðist, sem að var hinn þögla bylting, sem að var miklu mikilvægari heldur en byltingi þegar Dagblaðið var stofnað eða þegar Helgapóstur var stofnað eða þegar eitthvað svona var stofnað, var þessi yfirtaka hagsmunaaðila og mér fannst þú Þórður vera að lýsa því þar sem að þú ert svona við endan á upplýsingafljótinu, þar sem að eru 900 upplýsingafulltrúar upstream búin að dæla sínu eitri út í fljótið og þú ert einn að reyna að koma einhverjum upplýsingum fjárlögin til almennings úr bara fullkomlega menguðu upplýsingafljóti. Og mér langar að velta fyrir þessu þegar að fjölmiðlarnir eru brotnir og þegar umræðan í þessu ástandi að það eru bara hagsmunaaðilar sem að raunverulega bara greiða fyrir aðgang sinn að upplýsingunum og þeir sem eru raunverulega með raunverulega almenningsþjónustu eru bara jaðarmiðlar eins og Kjarninn, þá ekki í umfangi og útbreiðslu. Ég meina það þarf einhverja stórkostlega umbyltingu bara í fjölmiðlum og umræðunni til þess að umræðan geti bara byrjað. Einhvern tíma var bara tekin ákvörðun það að stjórnmálaflokkar, stofnanir og stórfyrirtæki ættu að segja okkur fréttir og peningum var dælt í það að búa til þessa stöður, það er að segja upplýsingafulltrúa, spunameistara og ýmissa annarra sem hafa það hlutverk að láta yfirbúðar sína líta vel út að gæta þeirra hagsmuna. Hér hafa peningum verið dælt inn í stjórnmálaflokka, sita á mörg 100 milljón króna sjóð eftir síðasta kjörtímabil eftir að lögum þá var breytt. Hér hafa til dæmis ríkisstjórnin, hún með 20 og með heimild til þess að vera með 27 aðstoðarmenn, 2 á hvern ráðherra og svo 3 sem aðstoða ríkisstjórnina í heil. Hver einasta af þessu stofnum sem hér nefndi náðan líklega, eða flestar þeirra með einhvers konar upplýsingafulltrúa. Reykjavíkurborg með alveg óheyrilegt magn, næstasta stjórn. Má ég skjóta inn? Þegar Guðlaugur Þór var utanríkisráðherra, að þá skoðaði ég starfsmannahópinn í kringum hann. Hann var með stærri ritstjórn blaðamanna til þess að láta sig líta vel út heldur en þú ert með á Kjarnan.
Já, ég ætla nú að vona að það sé ekki alveg þannig lengur. Við erum nú aðeins búin að stækka á undanförnum árum. En þetta staðan, þú veist, það hefur bara verið dælt peningum þarna inn til þess og magn fréttatilkynninga og því sem kallað fréttir sem birtist á hinum ýmsu vefsvæðum orðið alveg óheyrilegt og sama tíma og þeir sem eru að leggja fyrir sig blaðamennsku sem einhver atvinnugrein segir sinna alla ævi, þeim að fækka svona gríðarlega og svo kemur til viðbótar að auðvitað hluti af þeim sem eru titlaðir sem blaðamenn eru auðvitað að vinna þú veist, in tandem við margt af þessum spuna, sérstaklega það kemur að umfjöllun og efnahagsmál og viðskipti. Þannig að þú veist, þetta eru auðvitað helvítis brekka, en hún algjörlega sjálfsköpuð, við ákváðum þetta, stjórnmálamenn ákváðu þetta. Og þú veist, ég fæ alltaf einhvern veginn illt í dramatíska blaðamannahjarta þegar ég sé lista yfir umsækjendur við eitthvað upplýsingafulltrúa gig hjá okkur stofnun sem, ég ætla að segja bara fullri, svona heilugu yfirlæti, að ekkert spennandi og ég myndi eiginlega hnýta hengingarsnuru strax í huganum ef ég myndi þurfa að sinna því starfi í viku, að það eru kannski 20-30 manns sem ég veit að eru mjög góði blaðamenn, sem eru að sækjast eftir þessu störf og ástæðan ég skilðu öll, skilur. Þau vilja fara inn í þessu störf vegna þess að þetta betri vinnutími, þetta eru hærri laun, þetta minna áreiti, þetta minna vesen, meira starfsöryggi, geta helgað sér frekar fjölskyldunni, eignast má meiri penning, gert eitthvað meiri í frítímanum. Ég næði svo öll saman. En þetta þarf ekki að vera svona. Það er vala að þetta sé svona. Þú veist, við heitum heilu kjörtímabili núna síðast það að karpa það hvort að þetta veit einhverjar nokkur 100 milljónir í styrki til einkarekna fjölmiðla sem fóru síðan að mestu leyti til einhverja 3 fjölmiðla sem eru reknir bullandi taprekst. Risastóra fjölmiðla. Og svo geta bændasamtökin skrifað eina umsögn það að áburðarverð í heiminum hækka svo mikið að það þurfa að redda en þeir fá 700 milljónir svona. Þú veist, þetta bara fáránlegt. Við erum einhvern veginn stundum í leikhúsi fáránleika sem við erum að ræða þetta. Annaðhvort erum við þeirra skoðunar að fjölmiðlar skipta lýðræðið grundvallar máli, að hér séu sterkir öflugir frjálsir og fjölbreyttir fjölmiðlar sem koma með mismunandi sjónarmið að borðinu eða ekki. Og við erum að færast mjög hratt í eða ekki áttina. Hvað segir þú þetta Drífa? Þú ert nú að reyna að reka hagsmunabaráttu fyrir þinn hóp í svona fjölmiðlaumhverfi sem bæði ótrúlega skakt og kannski svona, veit ekki hvort þú hafi séð þarna Don't Look Up, að þú sást helminginn af henni allavega, það sem að svolítið þessi væðing umræðunar að óþægilega má helst ekki heyrast og sá sem að gagnrýna bara ítt til hliðar vegna þess að raunverulega vilju bara vella áfram svo vitni nú bara í Noam Chomsky að hlutverk fjölmiðla sé fyrst og fremst að selja svona sátt við óbreytt ástand. Það eiginlega stemmingin, þú veist, í megnið af þessum umræðuþáttum í Ríkisútvarpinu og víðar, það bara verður að segjast. Já, hvernig gengur ykkur að koma ykkar sjónarmið fram? Gerum við alveg okkur grein fyrir því að við þurfum að styrkja lobbyismann hjá okkur sem viðbragð við þessu og það hefur verið að reyna að gera með bara Þórður Snær lýsir þessu ágætlega þessari stemningu í kringum þetta. Það að reyna að hafa áhrif á fréttir og áhrif á hvernig skrifað og hvað og svo framvegis. Og auðvitað hefur maður töluverið ágjörð, maður sér svona tendensa hjá blaðamönnum að þú veist, maður veit hverjir eiga fjölmiðlana og oft bera þeir þess skýrmerki. Síðan verð ég reynda líka að segja og það kannski líka svolítið sorglegt og það getur verið ágætt fyrir okkur að og blaðamenn á Íslandi eru svo óboðslega vinna svo hart og ætlast til svo mikilsæðum og ég sá ekkert í rannsóknum það, þú veist, hvað íslensku blaðamönnum ætlað að gera á hverjum degi versus blaðamönnum í Svíþjóð og það var íslenski blaðamenn að skrifa 9 fréttir og meðan sænski blaðamenn að skrifa 1 eða eitthvað, þú veist, þetta var bara fáránlegt að það gera það líka verkum að það auðvelt að koma hlutum að því að fólk verður mjög þakklátt fyrir að það sé unni upp í höndunum á þeim með einhverju leyti og það bara mjög skiljalegt eins og það með stærsta lobby-deildirnar að þeir geta þá haft meira aðgengi og það alltaf þú bara að tala umræðu það voru að tala umræðu vettvang sem bara hrunin það ekki eðlilegur
lýðræðislegur og opin umræðuvettvangur þar sem að þeir sem eiga peningan geta bara stjórnaði hvað er í fréttum. Það er bara... En hvenær hafa fjölmiðlar á Íslandi verið með opin og lýðræðislega fjölmiðlavettvang, umræðuvettvang? Ég held að það hafi verið skárra sko þegar ég var ungu maður, þegar voru flokksblöðin, þá er bara vettvangurinn í heild, hann er umræðuvettvangurinn og hann var bara þannig. En núna Já, þú meina að þegar blöðin voru að talast á einhvern veginn. Já, maður gat fengið, hafði ákveðið val. Ég meina, ef að segjum að eitthvað sambarlegt og Þjóðviljinn var þá, 1980, þú finnur það ekkert í Ríkisútvarpinu. Ríkisútvarpið er bara meira og minna eins og kannski Morgunblaðið var þá. Það er bara, það er allar spurningar. Ég meina að þú verður var við það sem formaður ASÍ, að þú ert spurt með öðrum hætti heldur en fulltrúar valdsins, eða Halldór Benjamín og svona. Ég upplifi það þegar ég er að horfa. Það er alltaf verið að spurja eins og svona gaggrínið á þig á meðan að það bara verið að taka boðskapnum frá Verslunarráði og samtökum atvinnulífsins og ráðherrunum. Ég er ekkit endilega viss að RÚV hafi breyst mjög mikið í þessum efnum. Sko. Ég held að RÚV hafi verið svolítið svipað, en það er náttúrulega rétt að stóra breytingir í fjölmiðlaheiminu var náttúrulega þegar flokksblöðin liðundi lok, þá var hægt að ganga þessi vísu hvað var á bakvið fréttirnar og það var enginn að þykjast verið eitthvað sérlega hlutlaus blaðamaður eða hlutlaus miðill, skulum við segja. Og það er reyni eitthvað ástand sem við erum með í dag að sko miðlarnir og fólk sem er að tala þykjast vera hlutlaust og það er náttúrulega bara rugl, það er ekki hlutlaus. Þessi undarlega krafa á alla blaðamenn að vera ekki flokksbundnir og það sé eitthvað hræðilegt. Það á nú Drífa, það á bara við þá sem eru sko vinstra megin í lífinu. Það er allt í lagi að setja sko flokksbundinni í Sjálfstæðisflokknum. Þá máttu stjórna umræðu þáttum á RÚV, þú máttu vera bara fréttastjóri og þú máttu vera útvarpsstjóri og hvað sem er, en ef þú hefur einhvern tímann komið nálægt Alþýðubandalaginu þá ertu bara of umdildur til þess að fá nokkuð stað vinnu. Þetta er reglan í dag. Já. Og hefur verið mjög lengi. Hefur verið síðustu 30 ára eða svo. Helga Vala, þetta er saga því að félagshyggjuöflin lögðu niður vopnin í fjölmiðlum og gáfu auðvaldinu og hægrinu eftir fjölmiðlana. Það er eiginlega sagan í þessu. Já, algjörlega. Ég man rosa vel eftir ákveðnum aðilum á fjölmiðlamarkaði sem að svona í rauninni stærði sig af því að hafa kála blaðamennskunni. Af því að það var krafa sem kom inn á ákveðnum tímapunkti af ofboðslega framleiðslu hvers og eins blaðamanns. Og þetta var breyting sem átti sér stað. Áður fengu blaðamenn að liggja lengur yfir fréttum. En þarna var skyndilega mikil krafa miklu meiri framleiðni á haus. Og þetta gerðist sko á þeim tíma sem ég var að vinna í fjölmiðlum og ég man eftir þessar umræðu og það var svona talað þetta af nokkur stærilæti að það hefði náðst miklu meiri framleiðni og hætti þessi hægagangur sem áður hafði verið. Aðeins varðandi RÚV, þá held ég því miður, af því að mér þykir óskaplega vænt RÚV, þá held ég og mér finnst Ríkisútvarpið mjög mikilvægt, en þá held ég að íhaldinu og fleirum hafi tekist að berja svo rosalega á Ríkisútvarpinu að þau eru orðin mjög óttaslegin að svona fara með gaggrínum hætti inn í hluti. Mér langar að nefna bara til þess að taka þetta út úr flokkspólitíkinni. Það langar mig að nefna bara til dæmis þetta ástand, þetta COVID og sóttvarnaráðstafanir og svona. Sko það eru þarna risastór svona risastóri mannréttinda víklar varðandi sóttvarnaráðstafanir sem að væri í eðlilegu árferði myndi Ríkisútvarpið halda bara svona stóran opinn fund og leiða fram ólík sjónarmið, leiða fram það sóttvarnar og vísindin og allt þetta en líka skeptíkerana til þess að ræða bara þessa hringiðu umræðu, þessa polariseringu sem er sóttvarnar aðgerðir, bólusetningar, allt þetta, einangrun sóttkví og allt þetta sem við erum að takast á við í dag.
af því að við þurfum að þora að ræða nákvæmlega þetta. En einhverju hluta vegna þá virðast þau ekki þora til dæmis að taka þessa umræðu. Mér finnst það mjög miður. Við auðvitað urðum mjög vör við þetta bara í öllu þessu COVID ástandi, við í stjórnarandstöðunni. Þar sem að formaður stærsta stjórnarandstöðu flokksins í gegnum allan þennan faraldur frá byrjun mars og til haustsins var samtals í 2 mínútur í sjónvarpi á meðan að það var bara ráðherra dagsins alveg stanslaust. Þannig að ég veit ekki alveg ég hef áhyggjur af þessari upplýsingagjöf og þessari vannýtingu á þessum debatt sem að þarf að eiga sér stað í samfélaginu og á að eiga sér stað sérstaklega í Ríkisútvarpinu sem á bara þora að fara kröftulega inn í svona hluti. Ég mani þegar við gerðum þetta í speglinum á sínum tíma þegar ég var þar og fleira frábært fólk sem að var þar. En mér finnst einhvern veginn vera búið að berja svo rosalega á Ríkisútvarpinu að þau finnst vera bara svo kurteis. Ég held að Hrafn Gunnlaugsson hefði notað tækifærið Ég held að Hrafn Gunnlaugsson hefði notað tækifærið og haft umræður kvótakerfið á eftir verbúðaþáttunum. Það er ekki að vera að það hafi verið einhverjir kommunistar sem stóðu fyrir umræðu. Það var miklu meira þegar hann var dagskrárstjóri þar sem var svona tekin upp umræða og var heit umræða í sjónvarpinu sem ég sakna úr ríkissjónvarpinu. Mér finnst það að vera allt og pent og borgarlegt. Herðu, en talandi verbúðina... Já, svona kommersial, hafa gaman, má ekki vera og neikvæður og gagnrýnin, þetta verður alltaf að vera svo rosalega skemmtilegt. Þetta er svona einhvern veginn, við þurfum að vera dúska og í stuttum pilsum. Natasja, horfðið þú á verbúðina? Nei. Ekki? Nei, það voru Íslendingar eru svolítið að veltaði fyrir sér hvort að þetta sé raunsönn mynd af þjóðinni þar sem hún drekkur mikið og óheflað mannlíf. Þannig að ég get ekki spurt þig hvort að þetta passi við svona þína upplifun af þjóðinni. Nei, ég hef ekki séð það en ekki alveg. Nei. En íslenska fyllirí, gengur það fram að þér? Eru Íslendingar drikkveldir? Nei, það er ekki kannski síðustu 2 ár, en ég kannast við það og ég hef aldrei djammað í Rússlandi. Ég byrjaði að djamma bara hér og mér finnst þetta áhugaverð fyrirbæri í rauninni og miðað við hversu svona rólegar Íslendingar eru yfirleitt og svona laugulegur í miðju nótt. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, hvernig Íslendingar vera að breytast þegar þeir drekka, þetta segja það? Ég myndi segja það, já. Ég man nokkrum síðan ég var að drekka með kollegum og þau voru miklu opnar og töluðu við mig og allt þetta og svo næst við vorum að vinna saman og þau bara, já, hæ. Og ég hef heyrt þetta oft frá allavega útlendingum að Íslendingar, þau sem eru forvitin en kannski svolítið feimin að tala við okkur innflytjendur, þau eru miklu svona opnari þegar þau eru fullir. Þetta á ekkert bara við útlendingar, þetta Íslendingar lenda líka í þessu. Það er svona þegar klukkan er svona orðin 11:30 þá allt í einu fara allir að þekkja þig og vilja endilega tala við þig, en það á kannski ekki við þegar þú hittir fólki í stræt og hátíð daginn eftir, Herðu, Þuríður Harpa, þú ert utan að landi, eða ekki? Jú. Það er verið að tala að verbúðin sé afhjúpi fordóma höfuðborgarbúa gagnvart landsbyggðarfólki, upplifir það þannig? Nei, ég náttúrulega eins og sagðir, ég er utan að landi og er uppalinn í sveitin átti mín fyrstu störf voru í fiski og þar var mikið djamm og þar var verbúð og ég þekkti alveg þetta hömluleysi þarna sem maður sá þarna. Þannig að þetta var bara hluti af samfélagi, þetta var alltaf bara það verktíðin var komin og þá unnu allir eins og brjálæðingar og síðan þetta kannski þetta,
hvað að segja, einhvern veginn félagslífi var þetta, fólk fór og datt í það og dansaði og það var alls konar sveitaböll og svona, allt þessi menning heldur en í dag og mér þykir alveg vænt þennan tíma en ég aldrei fegin að hann hefur breyst og drykkjumenning hefur breyst aðeins en kannski bara varandi það sem Natasja var að segja, ég held að við erum svo köld svona utanfrá en samt við erum svo miklu andstæður, þetta verður svona eldur ís einhvern veginn, það verður fólk svona vera að djammi þá verður svona leysist það á læðingi dálítið og verður ekki lokað eða hvað. Ef að fólk hefur þolinmæði til þess að brjótast í gegnum ísinn þá kynnist það ljúfu fólki. Já, það er mjög gott Talandi svona verbúð, ég var náttúrulega í verbúð þegar ég var ungur maður og ég fór að rifja þetta upp svona að það var eitt sumarið sem ég var að vinna á Höfn í Hornafirði og þá var byrja klukkan 8 á morgnana og unni til miðnættis alla daga vikunnar, en samt voru fyllir í helgar. Þetta er það sem ég er að vera að reyna að átta mig á því, hvernig var þetta eiginlega hægt. En herðu, nú fyrir við að slíta þættinum, ég ætla að enda á eina bjartsýna manninu sem Halldór Armand, en ég sá að Salka var með barnið sitt þarna, hvort hann vilja koma með það kannski aðeins í mynd af því að það er svona áramót og það er nýtt ár og það var svo gaman að fá að sjá ungviðið, ef það er þetta skipta yfir á Sölku. Já, það er bara til aftunina. Þannig nýjárið. Nýjárið. Já, sem á framtíðina fyrir sér og móðirinn sem að í þessu þætti hætti að vera ung og hætti að vera fullur unga fólksins. var gamla árið einmitt í þessu þætti. En Halldór, ég ætla að biðja þig að því að þú ert lýstir yfir að þú verður svo bjartsýnn. Segðu okkur nú hvað mun gerast á næsta ári? Jesús, hvað mun gerast á næsta ári? Það er bara, það er saklega spurning. Ég er samt að, mér finnst bara eitthvað við þessa tölu 22 sem ég finnst bara lofa góðu, og ég ætla ekki að vera neitt ótrúlega bjartsýnn á hennan faraldur, eða hvernig það er. Ég bara hef ekki græna grun það frekar en nokkur annar, en ég veit það ekki, þú veist, ég hef ekki hugmynd hvað er að fara að gera þérna næsta ári, en kannski er árið 2022, kannski verður það eitthvað smá catch 22 líka, þú veist, kannski eru við, ég er einhvern veginn með þetta tilfinningu ofta að við séum svona í við séum svona föst í einhverju svona furðulegri mótsögn, sem við sjáum ekki leiðina út úr af því að einhvern veginn, aðalega held ég að því að við bara nánast kunnum ekki að leyfa okkur að hugsa það, Mér finnst að ég má svona aðeins fara einu annað, ég er svona að hugsa með þetta fyllir í og svona hvernig Íslendingar drekka og þetta, ég hef svona miklar efasemdir að við gerum það eitthvað öðruvísi en aðrir, en samt finnst mér alltaf meika bara svo mikið sens að fólk gerir það, ef maður hugsar þetta einhvern veginn að það er til dæmis alveg ofboðslega dýrt á Íslandi, sem er önnur ákvörðun einhvern veginn, það er alveg ofboðslega dýrt að hafa gaman og þannig að þegar fólk fer og fæðir sér í glas, þá er það gert einhvern veginn að ferðu bara ströja jakkan, skýrtuna og vaskreitur og niður í bæ og bara gengur yfir bíla og þú gerir það einhvern veginn svona, það er ofboðslega svona útrás finnst mér í svona árin af því hvernig Íslendingar djamma og bara, ég er núna byrjaði ekki að horfa þátt sem margir hafa kannski heyrt sem heitir Dope Sick, sem þetta einhvern veginn ópíóða faraldurinn í Bandaríkjunum og frábæra þættir. Ég er bara búin með einn, en það er svona einhver leyti hlutaði sama og maður fer að spurja sig aftur, af hverju er svona ofboðsleg vanlíðan, í heiminum, af hverju er þetta einhvern veginn svona, það er svo ofboðslega erfitt að láta sér líða vel og að þú þurfir sífellt að lifa lífinu í einhverju varnarbaráttu. Þorri manna, langstærsti meirihluti, þarf að hafa alveg ofboðslega mikið fyrir lífinu og en maður aftur yfir í nýja árið maður verður bara svolítið að vona það besta, en þetta náttúrulega gæti orðið svolítið svakalegt ef það eitthvað fyrir að sjá eitthvað ljósu enda gangana við en faraldur,
þá gæti náttúrulega, þá gæti væri bara mjög, mjög áhugavert að sjá hvernig við dílum við það og hvernig horft verður tilbaka og ég meina að því vorum að tala áðan um fjölmiðla og hvernig þeir hafa þróast og það er líka rosalegt að fylgjast með því að þegar í dag fer óbærslega stór hluti umræðunar fram einhvern veginn á vettvangi bandarískra stórfyrirtækja, bara algjörlega einhvers konar eftirlits fyrirtækja sem leið virðast einhvern veginn algjörlega hafa gengið í björg með einhvern veginn eftirlits þjóðfélaginu þar í landi og manni finnst það svona uggandi við þeirri þróun að maður farin að sjá betur og betur segjum til dæmis bara með þennan faraldur að ég alls ekkert eitthvað sammála öllum gagnrýnisröddum þar en það er stigið mjög harkalega niður á þær sko. Það er einhvern veginn algjörlega að verða normalíserað að bara algjörlega kremja allt andóf og allar efasemdir og maður sér það sem hluta af þessu öllu sko. En Ég er sammálaður að 2022, það er eitthvað fallegt við það. Ég var í svona að vinna með manni sem kom til mín og spurði hvort ég geti fundið mann sem að vildi kaupa svo fallegt símanúmer. Og það var eitthvað svona 8, 22, 22, 22 og ég sagði, hvað er svona fallegt við þetta? Það var svona, sérðu þetta ekki, þetta eru svanir. Og það er náttúrulega 2 er svolítið svona eins og svanur syndat á vatni og 2022 ber með sér eitthvað svona og svanur er svona endurfæðing og fögnuðu til lífsins. Vonandi verður næsta ár þannig. Herðu, en ég þakka ykkur kærlega fyrir að staldra hérna við Rauðaborðið og spjalla heimsendi og fleira skemmtilegt. Drífa, Halldór, Helga Vala, Héðinn, Natasja, Salvör, Salka, Þórður Snær og Þuríður Harpa. Ég þakka hlustendum sem hafa staldra hérna við og haft okkur í eyranu eða fyrir fram að sig. Þakka kærlega fyrir. Á morgun verður aftur rætt þessi tímamót. Þá mæta 9:08 og ræða þessi tímamót og það verður alveg svo þessi þáttur er gerólíkur þáttur frá því í gær. Það verður alveg nýr þáttur.